Um 250 björgunarsveitarmenn tóku þátt í leit að 2 rjúpnaskiptum á Snæfellsnesi í nóvember 2016 þegar ofsa veður brast á. Aðstæður voru gríðarlega erfiðar. Það var gríðarlega hvasst og það var mikil þoka og úrhelli. Ég hef aldrei upplifað annað eins veður, barinn til og þú veist aldrei á þessum stað hvaða næsta vindhviða kemur, hvort hún kemur framan á þig eða aftan á þig og það var bara mjög erfitt á þessum stað að halda áttum og halda stefnu. Björgunarsveitarmenn fundu rjúpnaskipturnar. 2 menn sem höfðu haldið kyrru fyrir. Hlúð var að þeim áður en haldið var niður til byggða. En þá kom stór hindrun, lækur sem var orðinn að stórfljóti. En Elvar, svo komið þið að þessu 6-hjóli hérna og stillið því upp í ána og þá fóru hlutirnir aldrei að gerast. Það skipti öllu máli að koma hjólinu úti og koma taug í land af hjólinu til að tryggja öryggi björgunarmanna. Svo vorum við með björgunarmenn neðar líka til að tryggja öryggi enn frekar og þetta bara flýtti fyrir því að björgunarfólk kæmist hraðar yfir ána. Ég sá aldrei fyrir mér að þetta yrði notað sem brú einhvern tímann en það unnu bara allir eins og einn maður.